Já. Þetta er vaðið. Það er bara rólega. Ási, hvað hélst ég ætlaði að gera? Ekki svona pirrað, við erum í bíómyndum. Það er ekkert hljóð. Nei. Ert þú með mikrofón? Ég? Já. Já, ég skal fara að varlega á þessu minn. Komið hjartanlega sæl og blessuð og velkomin í þáttinn okkar með öngulinn í rassinum. Ég heiti Gunnar Helgason og mér er sama hvernig þessi veiðikeppni fer á minn því ég veit að ég er sigurvegari í hjarta mér. Það er bara að vera að slá varnagla með alla veggi. Já. Ég er Ásmundur Helgason og ég er sigurvegari þáttanna. Eða ekki. Já, eða ekki. Já, vegna þess að ég er búinn að vinna alla litlu keppnina hingað til. Já. Nei, meina, já. En í aðalkeppninni þá er ég nú með stærsta laxinn eða þá? Já, en þú veist, það verður að vera einhver skekkjumörk þegar þetta er mælt svona, þú veist, fiskurinn spring, það verður að vera skekkjumörk. Það er bara mælingin. Það gefa þér 1 cm pluss mínus. 1 cm, já. Sem sagt, staðan er 9-9 og nú kemur loks í ljós hver vinnur þessa fáránlegu keppni. En fyrst skulum við rifja upp þá laxa sem hafa veiðst í keppninni hingað til. Við byrjuðum í Laxá í Aðaldal og það var ekki fyrir eftir dúk og disk að ég setti í fisk. Gunni hins vegar fekk engan. Hvað með hennar sem slapp? Há ekki að sína þessa flottu tökku aftur? Nei, Gunni, þá bara sína laxana sem kom á land. Og þessi var fyrstur. Slaka honum til mín. Upp með háinn! Nei, það var blá snælda. Nei, þetta er Black and Blue. Black and Blue. Þetta var dásamlegt. 1-0 og Gunni fór heim með öngulinn í rassinum. Já, það er rétt, ég verð að viðurkenna það. Hins vegar gekk mér allt í haginn á þínum uppáhaldslóðum Ási minn í Langá. Hér er ég með hann fyrsta og það eru ógleymanlegar tilraunirnar þínar við að sporttaka fiskana. 1-1. Mesti klaugangur í löndum sem ég nótti að vitað. Jöfullinn! Jesus Christ! Já, einhverjum mér sjáðu hérna. Svona á að gera þetta. Þarna veiða bara menn sem gjör þekki ánævinnu minn. Og þarna byrjaði eltingaleikur nr. 1. Við höfum fengið svolítið viðbrögð við þessu frá vönum veiðimönnum sem hafa sagt að fiskarnir eigi ekki geta stjórna svona ferðinni í lönduninu. Nei, en þessi fiskar voru óvenju sterkir. Bara óvenjulega sterkir. Það var bara ekkert hægt að ráða við þá. Nei. Hins vegar var það náttúrulega rugl að príla hann niður. Við höfum hæglega geta endað út í sjó og þá sætum við nú ekki hér í dag. Nei, einhvern minn. En það er 2-1. Ekki lengi. Þarna er eltingaleikur nr. 2 byrjar og ekki lengi að bíða þess að staðan breytist í 2-2. Ég hefði náttúrulega aldrei átt að vaða þarna út í. Ein lítið mistök og ég hefði farið við fossinn og út í sjó. Já, og mist fiskinn. Já, og þá hefði þú líka mist bróðurinn. Já, þú meinar. Já, ég meina það þarf að fara varlega. 2-2. Það er bara Ásmundur. Ó, sjáðu þetta. Þvílík taka. Í peysuna? Ha? Í peysuna? Þú húkaðir hann. Fór í roðið á honum sem satt í peysuna. Sem skýrir af hverju það var svona erfitt að sporttaka hann. Ásmundur Helgason. Beygðu og taktu sporðin á honum. Ég þarf ekki að fá einhvern í hendin. Frjótva! Og það skýrir vantilega líka hvað það gekk illa að sporttaka næsta fisk, eða hvað? Nei. Ási minn, hvaða grín er í gangi hérna? Taktu utan sporðin á fiskinum. 4-2. Ótrúlegu dag. 4-2. Hvað er þetta komið með marga 20 pundara? Úr sogin á ég 8 yfir 20 pund.
Einn 22 og einn 25. Báðir þessi fiskar tóku sökkraða 3 skot línukortland. Ég fekk 23 punda lax á Höfðabrauði í Aðaldal. Ég var að slá fluguna fram úr. Það varst að koma... Já, ég var bara að koma því út. Já, ég stóð efst á Höfðabrauðu og svo bara skil ég ekkert í því að hérna það er allt fast. Og ég sé bara því, ég var með heyri meiri númer 4. Stóra, stórlaxaflugu. Og ég rykki í maður og þá bara, 80 metrar, rauk úr hjólinu og uppstökk fiskur. Ég var ekki fann að kasta einu sinni. Ég skil ekki hvernig laxinn gat komið og tekið fluguna og snúið við og farið á þess ég sæi. Ég stóð eins og astni. Hvað er að gera? Minn stærsti fiskur sem nokkuð tíma sett í ævinni, ég veist það nú að sjálfsögðu sem að gera allt með stóra fiska. Það var á Höfðabreiðunni, beint út af varðanum, minnisvarðanum, það sem að... Það er Höfðaheil. Höfðaheil segi ég. Já. Og ég var með 2 tommu kolli áltúna. Og hann kom á eftir henni og hann var svo tundurskinn, hann var svo hvalur. Og hann tók. Og hann fór. Nokkrum mínútur seinna. Það var ævintýralegt. Komdu bara með háinn. Já, Gunni kom með háfinn og það var 4-3. Þetta bara smálax, sko. Já, við vissum það. Og enn og aftur var hann á hjá mér, 4-4. Og Gunni með öngulinn í rassinum í vastalnum. Það er bara ekki að hleypa honum svona ofan í háinn, var það ekki málið? Já, þessi var ekki stór. Og heppnin hélt áfram hjá þér í Aðaldalnum. Ég hélt að ég væri að fara að skítapa þess á þessum tímapunkti. Já, góð fiskur. Þetta var líka góðu fiskur. 5-4 fyrir mér og þetta var svo stærsti fram að þessu. En á staðartorfunni beið einn eftir mér. 5-5. Loksins fiskur hjá mér. Æ, Móka, ertu með hann? Er hann komin í? Er þetta smálax? Dú! Hann var hress og skemmtilegur. Og hann gerði mig greiða. Steini hrútabanni leiðbendi mér að einu með viðbót og aftur tók ég forystuna. Nú var þetta orðin alvöru keppni. Já, Aðaldalurinn breyttist í mikinn keppnisvöll. Og við höfum aldrei veitt jafn mikið þarna eins og við þessari ferð. 6-5 fyrir mér. Ási, býta aðeins. Leið mér aðeins að segja smá. Aðaldalurinn breyttist í mikinn keppnisvöll. Og við höfum aldrei veitt jafn mikið þarna eins og við þessari ferð. 6-5 fyrir mér. Ási, býta aðeins. Leið mér aðeins að segja smá. Sko, ég var að missa einn risafisk. Stærsta fisk sem ég setti í. Og samkvæmt regluna á að bíða eitthvað og eitthvað. En við fórum bara beint út í aftur. Og það tók annar bara á sama blettinum. Ási, treystirðu þér? Hann væri komin inn ef við værum með háf. Og því varð ég að treysta á þig og þú sýndir þarna Ásmundur að þú lærðir nú ýmislegt þetta sumar. Sko bara. Yes! Já! Já! Sæll maður! Þú mistir það alveg maður. Já, því þarna var stærsti laxinn og ég jafnaði. 6-6. Jæja, kom sætt, Pétur. Sannur. Fölg bara að hlæja þegar maður er að fara að tala við. Heyrðu. Hlæra á svona, veiði fárviðri. Já. Eins og núna. Þetta er bara steik. En þetta er indælt. Já, þetta er frábært. Heyrðu, hvað ert búin að vera lengi með þess á? Þetta er 13. árið mitt. 13 ára? Já. Hvað er búin að vera lengi hérna við að sleppa? Síðan ég byrjaði í 97. Það bara byrjaði strax? Það byrjaði strax og strax árin á eftir að þá hættum við öllum seiðasleppingum hérna. Já. Og hefur ekki verið sleppt seiðum hérna síðan þá. Og hefur eitthvað aukist veiðin? Það var kannski ekki tilgangurinn endilega að veiðin myndi aukast eitthvað mikið, Heldur að tilgangurinn sá að hafa ána algjörlega náttúrulega og sjálfbæra. Já. Svo náttúrulega hefur að vísu aukist veiðin líka að einhverju leyti, og það var bara plús því að það var ekki endilega tilgangurinn, Ef maður ætlar að auka veiði þá kannski þarf að gera eitthvað fyrir ána því að ár eru misjafnlega uppbyggðar hvað varðar búsvæði fyrir seiði og hérna er kannski ekkert rosalega mikið af búsvæðum en það eru góðir hrygningarstaðir. Þannig að talan í veiðitalan hún á kannski aldrei eftir að aukast neitt svakalega fyrr en
Og ef við myndum búa til að gera eitthvað búsvæði í ánni. Þannig að í staðinn fyrir að sleppa seiðum þá ætti í rauninni að sleppa marflóm úti. Já, hugsanlega. Já, sko, búsvæði er ekki endilega upp á æti, það er nóg æti, sko. Búsvæði er upp á það að seiði geti bara hreinlega falið sig. Já. Sko, það er allir að tala að stórlaxinu sé að fækka og að vilja allir fá meira af stórlaxi í árnar og þetta ára meðal ég. Já. Akkur drepa þá ekki litla laxin ef þetta er genetískt? Drepa litla laxin og þá fær stórlaxin og stórlaxin meiri séns. Það er bara einfallega út af því að sko að áður en að stórlaxinn verður stóra þá verður hann að vera lítill. Þetta er svo litlir íþróttálfar sem eru að fara út úr ánni. Og þetta eru litlu gæjarnir og stelpurnar sem hafa þann möguleika að lifa af sjóinn aftur. Já. Og þetta er bara, í mínum huga er þetta bara þannig að ef við viljum eiga stóra laxa þá verðum við að sleppa litlu laxana líka. Já, og ekki því að drepa stóru laxana því að þá verður einhver litli laxar þetta. Bjössi, hvað er það? Hérna er myndatökumaðurinn. Hann var að enda við að fljóta niður mesta stórlaxastað á Íslandi. Hvað er þetta? Sástu ykkur lax? Já. Stóra? Ég sá í morgun alveg rosa flikki hérna. Já. Það hefur ekki verið svona stóra sem stærsti sem ég sá, sko. Við vorum bara til... Bitu, haltu hönda á hann. Við erum að tala um hérna... Við erum að tala um 90... Nei, við erum að tala um metri. Þeir eru að synda í kringum, þeir eru ekki hræddir við, þeir eru að fljóta hérna og þeir eru ánni í smá stund. En leiðar heyri ykkur lappa úti hérna, þegar ég er í kafi, þá heyri ég það líka rosalega sterkt, þó við séu alveg lengst í burtu, sko. Hljóðið berst svo rosalega vel í yfirborðinu, sko, í vatni. Þetta er alveg hárrétt. Ég sá það bara, Það er logn og... leða þeir stigið úti hérna, þá sá ég stóru gaurana, bara... Nei. Og talandi stórlaxa, hér er komin einn á færi hjá mér í Aðaldalnum. Og Steini hrútabanni mér til hals og traust. 7-6 fyrir mér og langstærsti fiskur sumarsins komin í háfinn. Steini við það! Sérðu hvað hann er fallegur? Já, það sem ég sé þetta er fallegu fiskur. En ég setti líka í fallegan fisk. Sennilega stærsta fisk sumarsins. Nei, hann var ekki stærstugunum minn. Já, sennilega, sagði ég. Og staðan orðin 7-7. Og fallegur var hann. Þetta er ótrúlega fallegu stíll hjá ykkur minn. Er þetta eitthvað nýtt að beygja sig svona í bakinu og halda stönginni niður? Já, þetta er svona þegar maður er þreyttur af aflabröðum. Þessi stóra og undan var svo erfiður og ég var alveg búinn í bakinu, sko. 8-7 fyrir mér. Þetta með hann? Það var lælegt. Þetta er staður sem þú kannt vel við á. Já. Grjótrúi kvörn. Vatnsdalurinn aftur, sami veðurstaður og í síðustu ferð. Og þarna var ég búinn að jafna 8-8. Þarna var hann. Glæsilegur er hann. Þessi er flottur, þetta er ekki smálax. Þetta er ekki smálax, maður. Ási, hvað ertu búinn að segja hennar brandur oft? Þetta varst þú? Nei, þetta er ég. Og kominn með lax. Pínulítill lax á pínulítla flugu. Og pínulítill stóri bróður einir að landunum, svo ég nái pínulítill í forystu. 9-8. Það var lælegt. Pínulítill. Og já, hann var pínulítill. En þessi pínulítla fluga festist síðan í pínulítla puttanum á þér og ég fór í pínulítinn göngutúr að veiða pínulítið á meðan þú fórst í pínulítinn bíltúr og leist taka flugun úr puttanum á þér. Ég veiti pínulítið stærri lax og nú er pínulítið í aftkvæmum minn. 9-9. Hvor vinnur? Hvor vinnur? Þetta er svo spennandi að þetta er eins og að horfa á handboltalandsliði keppa. Þú meinar að þú fáið silfur? Já. Nei, ekki. Áfram með smjöri.
Við erum hérna með Birgittu Haugdal og Benedikt Einarsson, komið þið sjálf þessu. Já, þetta er svo formulegt. Þetta er mjög virðulegt. Já, þetta er virðulegur sjónvarpsþáttur. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Velkomin í þáttinn. Við fengum þau af því að þau eru hjón sem veiða mikið saman. Er það ekki satt? Jú, eitthvað. Já. Hvernig hérna, segjum við byrjum á þér, Birgitta. Hvernig þinn veiðiferill? Hvernig byrjar þetta og svona? Sko, ég hafði aldrei veitt á flugu fyrir ég kynntist Bensa. Ég hafði bara verið svona niður á bryggju heima og eitthvað svo leiðis. En það var hvað, 2004 sennilega sem ég fer í minn fyrsta veiðitúr. Og fæ maríulaxinn. Og bara fjall gjörsamlega fyrir veiði. Ég hélt þetta væri svona, skíta kuldi, standa út í á og bíða eftir að dagurinn liði, sko. En mér gat ekki skjátlast mér. Þetta var alveg geggjað. Í hvað á var þetta, maríulaxinn? Í Þverá í Borgarfirði. Já. Náttúrulega flott á að byrja svo sem. Já, Þannig að hélst þetta væri eitthvað kallasport kannski líka? Já, ég held það líka. Og ég held bara að þetta væri bara allt of mikið rólegheit. Þú veist, hún myndi bara leiðast. Hangið lengur bara yfir dagana. Já, algjörlega. En síðan þegar ég fór að kynnast í eitthvað, þetta snýstu miklu meira en að fá fiskinn. Líka að kasta í sig gott og fara réttan stað og sjá fiskinn, þetta er ekki bara að hann grípi, sko. Að lesa staðina. Já. Velja flugu. Já. En Bensi, hvernig er þinn svona ferill? Hann er kannski með aðeins meira reynslu en Birgitta? Já, ég þarf nú alltaf að segja frá því eftir kaskeppni hérna. Jú, ég byrjaði snemma, sko. Það er til myndir af mér blóðum alveg upp á axli hérna með titti og Þingvallavatni, sko. Já. Strax á flugu? Nei, já, flug og flótholt bara. Já, flug og flótholt. Já, en svo fór maður að kasta flugustöng svona þegar maður var unglingur. Já. Og svo var ég að gæta aðeins í Kjarrá í Borgarfirði. Já. Þannig að maður hefur svona svo sem fengið að sjá marga flotta viðmenn þar, aðalega, sko. Þannig að þú ert hálf atvinnumaður. Ég myndi segja það. Eigum að segja það? Það er bara ekki spurning. Það er bara þannig. Jæja, Birgitta Haugdal, hún ætlar að kasta með tvíhendu. Ertu tilbúin? Ertu vön? Verð ég einhvern tímann tilbúin? Nei, Ég veit það ekki. maður er aldrei tilbúin. Er þetta fyrsta sinn sem hún prófar? Aldrei kasta með tvíhendu. Sjáum hvað gerist. Ég ætla að fara að mæla. Það er komið að loka umferðinni í kastkeppninni miklu 2010 og brátt verður ljóst hver verður sigurvegari keppninnar. Nei, þetta getur ekki verið. Þetta getur ekki verið. 20,9. Eða meira en hann? Já, hann. Hún malaði Ásmund Helgason. Þetta er góð. Birgitta, tilbúin. Tilbúin. Einhendan, líka 6. Koma svo. 3 bakkast. Birgitta kom á óvart með tvíhenduna og við biðum spenntir eftir því að sjá hvað hún myndi gera með einhenduna. Það er hún geta að fara eins og hendi baka. Ég var að flýta mér. 17,9. 17,9. Jæja. Það dýði til að kasta þér flestar ára á Íslandi. Já, en ég var það. Já. Birgitta stóð sér vel. Já, mér finnst það. Og við bara þakkum henni kærlega fyrir að vera í tvíhendunni. Drengur góður. Takk fyrir. Það er bara íþróttamaður mál. Þetta tókst. Já, ok. Þú tókst ásallega. Já. Gestur sem ég veit að reyndi eitthvað. Það var svo fallegt. Benedikt Einarsson, Bensi, þú þekkir reglunar. Já, nokkuð nei. Þú ætlar að byrja á einhendunni. Já. Það eru 3 bakkost. Svo dúdrar það út. Já, ég bara veit ekki hvort það er nóg bakleina, sko. Já, það er bara það. Bensi er margfaldur Íslandsmeistari í samkvæmisdansi eins og sést á kaststílnum og nú er að sjá hvort hann verður Íslandsmeistari hér í dag líka. Réttist úr línunni. Er þetta einhenda? Já. 21,7. 21,7. Nei, ekki dugar það. Það er einhver lenska að taka bara 2 bakkost hjá öllum. Það þarf ekki meira. Flugan á að vera í vatninu, sko. Það er rétt þér. Flugan á að vera í vatninu. Þá er komið að tvíhendunni. Ertu vanur tvíhendukastari? Nei, alls ekki. En ég er að reyna að bæta það og reyna að læra speið. Það er svo skemmt. En við erum ekki þínu. Við erum ekki þínu. Þú mátt taka 3 bakköst en þarft ekki að taka öll. Það er að fara langt. Aðeins lengra. Og komast. Bensi beit á jaxlinn með það eina takmark að vinna Birgittu. Og það tókst. 23,8. Jæja. Það tekst ekki alltaf, það er ekki alltaf fullkomið köst.
Fór hann lengri upp? Hvað var ég eftir með? Já, aðeins lengra. Ég er bara mjög ánægð með að, þú veist, svona vanum maður sé ekki þetta mikið lengra, ekki lengra en þetta. Frábært. Glæsilegt. En við fáum kannski að kasta eftir okkur. Já, Birgitta náði sér ekki á strik með einhendunni en náði frábærum árangri í sínu fyrsta 10. kasti og malaði Ása bróður. Bensi aftur á móti lendir í miðjunni bæði á einhendu og tvíhendu. Það var einn eftir í kastkeppninni og sá kann nú bara að kasta með tvíhendu en það hefur hann ekki not fyrir annað í aðaldalinn. Þetta er Steini Hrútabanni. Aðstæður eru ekki alveg eins og á Þróttaravellinum en kastið er gilt þrátt fyrir það. Ási, hvað er það langt? 31,4. Við erum með vinning saman. Steini Hrútabanni, 31,4. Gefum hann við gott klapp. Steini Hrútabanni er ókrýndur og óopinber Íslandsmeistari í tvíhenduköstum með 31,4 metra en Höddi Skaffinningur stendur efstur þegar kemur að einhendunni með 27,3 metra. Ási og Birgitta reka lestina. Og ekki er það nú leiður félagskapur, Gunni minn. Ég sem sagt vann þig Ási minn í öllum keppnum í þessum þáttum nema þá að velja í flugubóks. Rétt er það og til hamingju, Gunni minn. Þú stendur bara virkilega vel. Hér er ég hins vegar með lax á í aðalkeppninni. Staðan er 9-9. Ég er með lax og bara klukkutími eftir að veiðitímanum. Já, þetta er spennandi. Erum við ekki bara að fá spennutónlist? Svolítið óþægilegt hvað hann hangir hérna í bakkanum. Jæja, við erum staddir hérna á Bökkum Vatnsdalsár í Vatnsdal í Austur-Húnavatnssýslu. Það er allt að gerast. Við veitum ekki hvað er undir. Þetta er risafiskur, höldum við. Ási er í tómum vandræðum. Já, ég var í talsverðum vandræðum með þennan fisk, endum svolítið vænan fisk að ræða. Meiri spennutónlist. Og vonandi missur hann. Juss, ekkert svona. Komdu nær, Ási, komdu nær. Dragðu inn og komdu nær. Já. Já, hann náðist að land. Ég var það flottur maður. Já. Þessi er 80. Hérna. Húkar. Já, ef við losna og kannski krakst aftur. Flottur. 80 slétt. Það var það ekki stærsti fiskur sumarsins. Nei, þetta var ekki stærsti fiskur sumarsins, en þetta var úrslita fiskurinn. Þetta var síðasti fiskur sem kom á land og ég er því ótvíræður sigurvegari þáttanna. Gunni litlibróði 9, Ásmundur 10. Takk fyrir mig. Það er svo lokið. Þetta er búið. Þetta var mikið tilfinningaferðalag hjá okkur, bræðum. Ég hataði þig innilega á köflum. Ég ætla aldrei að veiða með þér aftur. Nei, ég segi það sama, aldrei. Meðveiðimaður er ekki til, en þú? Jú, það er þú. Heyrðu, en við náðum samt ekki takmarkinu sem var að veiða fisk sem var yfir 90 cm. Nei. Það kemur næsta sumar, þess vegna er þetta svo skemmtilegt. Já, það er alltaf takmark. Alltaf eitt í viðbót. Eitt í viðbót.
En þetta var fínt, en þetta, sko, þó að það sé jafnt í stóru fiskunum, þú vannst flesta fiska. Það vannst þú eiginlega allt hitt. Ég vann eiginlega allt hitt. Ég get huggað mig við það, ég er geðveikur flakari. Þú ekki með það? Og þú getur unnið við að veiða lax, get ég farið að vinna í fiski. Það var það búið, kunni minn. 10-9 fyrir mér og hver fekk stærsta laxinn? Það var ég. Nei, það voru skekkjumörk. Ég vann báðar aðalkeppninar. Nei, þú vannst fleiri laxa, það var jafnt í stærsta laxinum og ég vann alla litlu keppnina, þannig að þetta er í rauninni jafntefli. Nei, ég vann. Já, allir að hérna bikarinn, gjör svo vel. Ertu glaður? Já. Húhú! Takk að þið fyrir, kunni minn. Fáránlegt. Þetta er fyrsta sinn síðan 2005 að ég fæ færri lax en þú. Og þá þarf það að vera fyrir framan þjóðina. Vittlis er dýr. Þetta er satt! Ég fæ yfirleitt fleiri laxa, það er sama hvernig þið förum. Nei, Setbergsá 93. 1-0 fyrir mér. Þú veit nú bara eitthvað ruggla. Nei. Þá sleistu við hérna gittnið út úr honum og listan hoppíkinu klúðaður og klúðaður söllu fyrir mér. Nei, það var 70. Þá vorum við 7 ára. Þannig að þú Ég tala viðurkennir þegar vorum 27 ára. Nei. Það var já. 1-1 þegar vorum 27 ára. Ha? Þú fyrst eitt fisk fyrir neðan. Já, já. Ég fekk einn upp á dal. Nei. Þú manst ekki eftir, þú varst Nei. að segja leiðbina mér upp á hæðinni hann, upp á klettinum. Já. Já, takk fyrir. Það var ég. Já, en Gljúfurá. Gljúfurá hérna þegar vorum 18 ára. 86. Já, eitthvað 80 og leys. eitthvað. Já, 83. Það var 3-2 fyrir mér. Nei. Eins og það skipti einhver máli, við lönduðum nátt lengur. Nei, töpuðum, mistum það alla. Það var alltaf pappa að kenna. Já, með handónýtt gittni. En þá fúll út í hann. Það var með 17 ára gammalt gittni. Nákvæmlega. Heyrðu, það þýðir ekki að vera fúll lengi. Nei. Við ætlum að fara að veiða aftur í sumargunni minn. Já. Og þá þurfum við að vera hressir. Nákvæmlega. Og mér langar bara að nota tækifæri hérna í lok þáttana að þakka öllum sem horfðum og endilega kíkið á öngullin.123.is og sjáu hvað þar er í búin. Við þakkum fyrir okkur. Verið þið sæl. Hérna, það er hitt. Þetta ekki? Jú, þetta var bara frábært. Nei, þetta var ágætt. Þetta var æði. Hérna þú, ég þarf að fara. Jú, ég er orðið sett, ég þarf að það vera að bíða með. Gunni. Og hérna þig, Við þurfum að ganga frá. Já, þú hjálpar strákunum. Þú bara eftir. Já, þú hjálpar strákunum að ganga. Ég verð að fara, skilur. Ég þarf að hérna, nú mann ég að, hérna, ég þarf að, einhvern byggar lána, ég þarf að skilja. Það þarf að keyra, fara eitthvað. Ég fatt það ekki, þetta finnst mér svo skemmtilegt. Þegar hann er drullið fút, grenjandi, alveg eins og smástelpa, vegna þess að ég vann. Þetta er ekki skemmtilegt.